Leysist ekki úr húsnæðisvanda kaffistofu Samhjálpar verða matargjafir út á götu, segir framkvæmdastjóri. Samtökin hafa tapað tugum milljóna vegna tafa á opnun og málið var rætt á fundi borgarráðs í dag. Mengun frá gróðureldum í Kanada ógnar heilsu fólks og íbúar í Toronto muna ekki eftir öðru eins. Loftgæði í borginni mældust þau verstu af öllum stórborgum heims í gær. Ár í dag frá því síðast hófst eldgos á Reykjanesskaga. Grindvíkingum fjölgar í bænum á ný og bæjarstjóri segir stórhuga áform að byggja upp til framtíðar. Nemendur frá Raufarhöfn ferðast 126 km daglega til að sækja skóla. Skortur á börnum og kennurum á Raufarhöfn ástæðan. Teiknimynd innflytjenda á Íslandi hlaut fyrstu verðlaun í flokki stuttmyndra á virtri franskri kvikmyndahátíð. Leikstjóri og handritshöfundur byggir söguþráðinn að hluta á eigin reynslu. Komiði sæl. Samhjálp fær engin svör frá borginni framtíð umdeildar kaffistofu samtakanna sem að öllu óbreyttu endar á götunni eftir 2 vikur. Framkvæmdastjóri segir að þá verði matargjafir undir berum himni. Allt var til reiðu fyrir opnun kaffistofu Samhjálpar á Grensásvegi fyrir tæpum mánuði þegar úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála felldi byggingarleyfi hennar úr gildi á þeim grundvelli að deiliskipulag hafi ekki legið fyrir áður en byggingarleyfi var samþykkt. Íbúar í nágrenninu hafa ítrekað mótmælt staðsetningunni og segja slíka starfsemi ekki eiga heima í íbúðahverfi. Samhjálp telur brotið gegn bæði jafnræði og meðalhófi og hefur sent kvörtun til umboðsmanns Alþingis og óskar eftir skjótri meðferð vegna brýnna hagsmuna. Hluti af þeirri niðurstöðu sem að nefndin kemst að byggir á félagslegri stöðu og fjárhagslegri stöðu þeirra sem koma hingað og leita þjónustu. Og ef að þessi úrskurður stendur eins og hann að þá er búið að vængstífa skipulagsvald ekki bara Reykjavíkurborgar, heldur allra annara sveitarfélaga á landinu. Undanfarna mánuði hefur kaffistofan verið í bráðabirgðahúsnæði í Fíladelfíu kirkjunni en þar þykja 150 manns matargjafir á degi hverjum en óvíst hvernig fer á næstunni. Næstu mánaðamót, sem sé eftir hálfan mánuð, ættu við að vera farin út úr Fíladelfíu. Hvað gerist þá? Já, þá ættu að vera á götunni. Ég horfi ekki á það sem möguleika að hætta að gefa fólki mat. Hafið ykkur möguleika til að gefa fólki mat ef þið hafi ekki þak yfir höfuðið? Já, út á götu. Við myndum bara að gefa fólki út á götu. Húsnæðismál kaffistofunar voru til umræðu á fundi borgarráðs í dag og þar ítrekaði meirihluti þá afstöðu sína að finna ætti henni annan stað. En fari svo gæti það orðið Samhjálp dýrkeypt. Það þýðir að við erum með kostnað upp á 60 milljónir. Síðan byggingarleyfi var fellt úr gildi, hafið þið fengið ykkur skilaboð frá borginu hvert þið halda áfram? Nei. Og til útlanda, mengun frá meira en 800 gróðureldum í Kanada leggur yfir landið og nær yfir til Bandaríkjanna. Í kanadísku borginni Toronto mældist loftgæði þau verstu af öllum stórborgum heims í gær. Útsýnið var heldur ókveikjandi í þessari lest sem var á ferðinni í Ontario fylki í Kanada. Meira en 800 gróðureldar loga í landinu og mikinn reyk leggur yfir víða, eins og sést vel í Toronto og fer sannarlega ekki framhjá borgarbúum. I'm from Toronto, grew up in Toronto. I don't remember having smoke ever until the last couple of years. My eyes are burning, my lungs are burning, I've got a splitting headache. It's brutal. Gróðureldar hafa líka logað víðsvegar í Evrópu. Á þessu korti sjáum við gróðurelda liðina viku í álfunni, sem sumir loga enn. Og hér sést hvar eldar loga í Bandaríkjunum og Kanada. Mikil hitabylgja gengur yfir Norður Ameríku þessa dagana en búist við að dragi úr henni helgina. En í Evrópu á hitin að fara hækkandi og varaði við mikilli eldhættu á Bretlandseyjum, Frakklandi og norðanverðum Íberíuskaga. Í Frakklandi náðu slökkviliðsmenn loks tökum á eldum sem breyttust hratt út í Fontainebleau-skógi. Hættan þó ekki liðin hjá því illa gengur að ráða niðurlögum eldana. Forsetinn stappaði stálinu í slökkviliðsmenn þar í dag. Vous pouvez être fier. Moi je suis très fier de ce que vous avez fait pour cette forêt, pour nos compatriotes qui vivaient là, pour le pays. Et on continuera de se battre tout l'été. Et on continuera d'y mettre tous les moyens et tout l'engagement et je suis avec vous.
Vive la République et vive la France. Í dag er liðið ár síðan 9. eldgosi á Sundhnúksgígaröð hófst. Það stóð í 3 vikur. Landris hefur verið við Svartsengi með kvikusöfnun sem þykir líklegt til að endi með kvikuhlaupi eða eldgosi. Gosið hófst skömmu fyrir klukkan 4 aðfaranótt 16. júlí í fyrra eftir öfluga jarðskjálftahrinu sem hófst rétt fyrir miðnætti daginn áður. Það var 9. eldgosið í Sundhnúksgígaröð. Gossprungan varð 2,5 kílómetri þegar hún var lengst en ógnaði ekki innviðum. Gasmenguna var þó vart í byggðum Reykjanesskaga. Gosið stóð yfir í 3 vikur. Ekki hefur gosið síðan og þetta er lengsta goshlé sem hefur orðið síðan hrinan hófst. Landris við Svartsengi heldur þó áfram. Veðurstofan metur stöðuna þannig að líklegast sé að áframhaldandi hæg kvikusöfnun endi með nýju kvikuhlaupi eða jafnvel eldgosi. Goshrinan á Reykjanesskaga hófst 19. mars 2021 með gosi í eldstöðvakerfi Fagradalsfjalls. Það gos stóð í 6 mánuði og er það gos það lengsta og rúmmálsmesta enn sem komið er. 2 gos úr sama eldstöðvakerfi fylgdu með ársmillibili í Meradölum og Litlahrút. Þá færði eldvirknin sig yfir í eldstöðvakerfi sem kennt er við Svartsengi og Eldvörp. Þar hefur nú gosið 9 sinnum í svokallaðri Sundhnúksgígaröð. Síðasta gos hófst sem áður segir þar fyrir rétt rúmu ári, þann 16. júlí í fyrra og stóð í 20 daga. Þegar ég byrjaði að vinna hérna aftur eftir gos, eftir rýmingu þá hélt ég var alveg búin að undirbúa mig í það að það yrði bara túristar, það yrði ekkert eins, en það komið skemmtilega óvart að það er mun meira af Grindvíkingum og íslenskum ferðamönnum sem koma heldur en túristum. Það er talsvert líf hér í Grindavík nú þegar ár er liðið frá síðasta gosi. Íbúum fjölgar í bænum og grunnskólinn ætlar að taka á móti rúmlega 40 börnum í haust. Það er náttúrulega margt sem að Grindvíkingar eiga eftir að vinna úr. Þetta er áfall. En galdurinn er að taka áfallið og reyna að vinna með þetta sem við köllum stundum tilgangin. Finna áfallinu einhvern tilgang og tilgangurinn er að byggja bæinn til framtíðar. Ég held að þetta eigi eftir að vera heitasti staðurinn þegar að græna ljósi kemur en ég held að þetta verði ekki neitt spretthlaup, þetta verður langhlaup. Mjög margir sem ég tala við sem bara líður ennþá ekkert vel annars staðar og vilja komast heim, en þá þurfum við að fá tækifæri til þess að komast heim og byggja bæinn okkur upp. Það er björt framtíð í Grindavík og við erum stórhuga fram á við. Það er þannig að Grindavík var með öflugustu bæjum á landinu og þangað stefnum við. En ekki bara þangað heldur við ætlum að efla bæinn þannig að hann verði í fararbroddi sem áður íslenskra sveitarfélaga. Það er framtíðin og við erum stórhuga með það. Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði, velkomin til okkar. Eins og þarna mátti sjá að þá vona margir Grindvíkingar þessum eldsumbrotum sé bara lokið. Já. Er ykkur líkur á því? Það eru vissar líkur á því, já. En það er samt þannig að það er kvika að safnast fyrir og meðan svo þá er líklegast að þetta endi með eldgosi. Þetta gæti hætt áður og þá var þetta búið, en þetta, ef við berum þess að við kröfluelda, að þá voru 3 gos 1980, 2 gos 1981, og svo liðu 3 ár þangað til síðasta gosi kom. En ef það gýsir þá eitthvað að segja til hvar myndi gjósa? Það er langlíklegast að gjósi aftur á þessari sömu á Sundhnúksgígaröðinni. Hvar er erfiðar að segja, en þó er nú líklegra að það sé miðjan eða jafnvel norðurhlutin með að hvernig það hefur hegðað sér. En ekki inn í bænum? Það er ekki hægt að útiloka það, en ef við horfum á hvernig þetta hefur hegðað sér, þá hefur engin gossprunga náð inn í þar sem að húsin eru í dag síðan ísöld lauk. Þannig að það er ólíklegt, en það getur gosið, við höfum fengið 2 mjög lítil gos sem hafa sent hraun nær bænum og þar varnargarðarnir björguðu sérstaklega í janúar, björguðu hlutabæjarins. En þannig að það er ekki hægt að gefa sér neitt, en í stórum dráttum held ég verður nú að segja að langtíma horfurnar eru góðar. En svona rétt í loki, Magnús Tumi, Grindvíkingar stefna ótrauðir að því að taka við skólahald núna í næsta mánuði. Já, finnst þér það að vera ráðlagt?
Grindvíkingar verða bara, finnst mér að ákveða þetta. Reynslan sýnir okkur að það hefur reynst nægur tími til að yfirgefa bæinn ef það gís aftur og það svona líklegast að það verði þannig. Þetta viss áhætta sem tekin en ég held með að viss reynsluna, við höfum allir þessa varnargarða og þeir hafa haldið fram að þessu og það langt líklegast að það muni gera það áfram og síðan verður fólk náttúrulega að vera tilbúið að yfirgefa þýðir ekkert að fólk verður að vera svolítið á vaktinni að þá held ég við verðum að taka því sem þeirra vilja og reyna að standa á vaktina til að vara fólk við nægilega snemma til þess að það geti forða sér. Nákvæmlega. Magnús Tumi Guðmundsson, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar. Takk fyrir. Og við förum með allt annað. Lögreglan á Suðurlandi rannsaka fjárreiður brunavarna Árnessýslu. Slökkviliðsstjórinn Pétur Pétursson hættur störfum vegna þessa. Í tilkynningu kemur fram að Pétur og stjórn stofnunarinnar hafi komast að samkomulagi starfslok. Við yfirferð stjórnar á tilteknum þáttum í starfseminni hafi komið fram upplýsingar fjárreiður sem rétt þótti að vísa til lögreglu. Málið sé litið alvarlegum augum og ekki sé rétt að tjá sig frekar það að sinni. Fréttastofa hefur ekki náð tali af Pétri Pétursinni. Fjölmenn mótmæli voru víða Úkraínu í dag vegna brottreksturs varnarmálaráðherra sem hafði aðeins verið í embætti í hálft ár. Ástæðan ágreiningur við æðsta yfirmann hersins. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, tilkynnti á þriðjudag að hann hygðist stokka upp í ríkisstjórn sinni. Brotthvarf eins manns hefur vakið mikil viðbrögð. Mikhailo Fedorov 35 ára og hafði hann setið í embætti frá því í janúar. Á þeim stuttatíma hefur hann notið mikilla vinsælda og mótmælendur virðast á einu máli að hann hafi breytt miklu í baráttunni við Rússa. Людина, яка показує результат, яка на полі бою. Ми бачимо результат, ми відчуваємо, піднявся, скажімо так, дух бойовий якийсь, якась віра в перемогу. І Федоров за 6 місяців зробив, мені здається, більше, ніж Міністерство оборони за 35 років нашої незалежності. Meðal embættisverka hans var að leggja áherslu á stórfellda notkun dróna og ná samningi við Elon Musk aðgang að Starlink gerfinatakerfinu og leið loka á aðgang Rússa að því. Rótin ágreiningur þessara tveggja manna, Fedorov og Oleksandr Syrski, æðsta yfirmanns Úkraínuhers. Fedorov hefur gagnrýnt áherslur Syrski, segir hann kom í veg fyrir framþróun og hræddan við að takast á við vandamálin á vígvellinum. Це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум, як ми з вами знаємо. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома, він придумав, як розколоти країну, де ми сьогодні з вами знаходимося. З повагою відношусь. Тому послідовність своїх дій, безумовно, я буду демонструвати. Я просто показую, якщо сторони не можуть вирішити питання, прийдеться вирішувати мені. Dómar voru kveðnir upp í dag í máli 57 manna í tengslum við eitt mesta samgönguslys í sögu Ítalíu. 43 fórust þegar einn af stöpplum Morandi brúarinnar í Genúa gaf sig í mikilli rigningu í ágúst 2018. Þá var liðin hálf öld frá því að brúin var tekin í notkun og í dóminum segir að allan þann tíma hafi lágmarksviðhaldi á stöpplinum sem gaf sig ekki verið sinnt. Yfirheyrslur og réttarhöld fyrir dómi tóku 4 ár og alls fengu 32 dóm í dag. Yfirmaður fyrirtækisins sem átti og rak brúna var dæmdur í 12 ára fangelsi. Flestir hinir sakborningarnir voru stjórnendur og sérfræðingar í 2 fyrirtækjum, því sem rak brúna og öðru sem átti að sjá viðhald. Grunnskólinn á Raufarhöfn hefur verið lokaður síðan í október. Óvíst hvenær skólahald hefst aftur í bænum, á meðan ganga börnin í Öxarfjarðarskóla. Það fjölskylduráð Norðurþings sem tekur þessa ákvörðun sem ég reikna með að sveitarstjórn bara samþykki síðan, en hún í raun og veru alls ekki gerð með léttu og ég bara veit það fyrir víst að þau lögðu sig bara öll fram við það að reyna að finna lausnir á þessu máli. Raufarhöfn var miðjan 7. áratuginn einn stærsti síldarsöltunarstaður landsins með 600 íbúa og yfir 2000 þegar að vertíðin stóð sem hæst. Síldin hvarf 1967 og íbúum hefur fækkað æ síðan. Þegar að mest var voru 100 börn í þessum stóra skóla hér fyrir aftan mig. Þetta grunnskólinn á Raufarhöfn.
Á næsta skólaári verða þau bara 2 og búið að taka ákvörðun að skólinn verður ekki opinn. Það sést búið að taka ákvörðun það, en það eingöngu út af því að börnin eru svona fá. Það samt ekki búið að taka ákvörðun að loka honum til framtíðar, þannig að það sem okkur vantar bara hér á Raufarhöfn eru fleiri íbúar og fleiri börn, þannig að þetta ekki alveg búið. Frá því að skólanum á Raufarhöfn var lokað og þangað til hann mun opna aftur, mun nemendum frá Raufarhöfn vera ekið hér í Öxarfjarðarskóla í 63 km fjarlægð. Það tekur 40 mínútur að keyra frá Raufarhöfn í Öxarfjarðarskóla. Foreldrar barnanna í grunnskólanum skilja ákvörðunina. Það var bara svolítið misjafnt hvað fólki fannst það. Flestir voru nú bara alveg sáttir, sko. Við búum nú það vel að það nú þrátt fyrir að vera svona norðarlega þá oftast ágætis veður hérna. En auðvitað koma dagar þar sem að leiðinda veður og þá kannski seinkar bílnum eitthvað aðeins, en það gerist ekki oft í vetur. Raufarhafnarbúar deyja ekki ráðalausir og hugmyndir hafa kviknað að nýta skólahúsnæðið undir einhvers konar lýðháskóla og svo bókasafn bæjarins í skólanum. Bara með byggðaþróun á Íslandi, við þurfum að fá fleira fólk út á land bara til þess að halda uppi eðlilegri starfsemi í þessum byggðarlögum. Það náttúrulega bara ofboðslega mikil forréttindi að fá að búa á stað eins og Raufarhöfn. Þá tilfinningu að vera öðruvísu tilheyra ekki upplifa flestir einhvern tíma á lífsleiðinni, segir leikstjóri teiknimyndarinnar Sundruð. Myndin fjallar vikulegar sundferðir ungs innflytjenda á Íslandi og hlaut hún fyrstu verðlaun í flokki stuttmynda á virtri franskri hátíð á dögunum. Myndin var frumsýnd í Annecy í Frakklandi bara núna í júní. Og það var bara frábært af því að Annecy bara stærsti animation hátíð í heiminum. Fan Sissoko skrifaði handrit, teiknaði persónur og leikstýrði teiknimyndinni Sundruð sem hlaut á dögunum fyrstu verðlaun í flokki stuttmynda á hinni virtu hátíð Annecy Animation Festival í Frakklandi. Myndin fjallar ungan innflytjanda á Íslandi sem upplifir félagslegt tengslaleysi í vikulegum sundferðum sínum. Hún þarf ofta að bíta á jaxlinn til að hreinlega bráðna ekki ofan í sundlaugina. Fan ólst upp í Frakklandi á franska móður og malískan föður. Hún hefur búið á Íslandi í 6 ár og byggir sögu myndarinnar að hluta til á eigin reynslu. Myndin var framleidd með stuðningi Kvikmyndamiðstöðvar Íslands. Þessi tilfinning að þú ert ekki viss hvort þú mátt vera hérna. Hvort þú mátt vera á staðnum, að því fólk að láta þig vita að þú kannski öðruvísi eða þú tilheyrir ekki. Þetta tilfinningin sem ég vildi kanna með myndinni. Það tilfinning sem að þú tengir við? Já, mjög mikið og mjög oft. Og ekki bara af því ég útlendingur á Íslandi. Það bara tilfinning sem ég hef upplifað mjög oft í lífinu mínu. Það kannski tilfinning sem við upplifum öll á einhverju tímapunkti. Já, einmitt. Og þetta líka punkturinn í myndinni hún finnur tengsl í endanum með einhverju út af því að þessi manneskja finnur líka hún ekki alveg að tilheyra eða hún getur ekki alveg tengst við fólk í kringum sig. Menningar- og tónlistarhátíðin Mannfólkið breytist í slím hefst á Akureyri í kvöld í 9. sinn. Hátíðin á sér fáar hliðstæður hér á landi og þar Sigur Óli Sigurðsson fréttamaður. Já, við spyrjum bara, hvað á dagskránni í kvöld? Það eru 4 glæsileg atriði á dagskránni í kvöld og síðan 13 til viðbótar alla helgina. Einhverjir hafa kannski heyrt undarlegar útvarpsauglýsingar upp á síðkastið, en hátíðin grípur svo sannarlega bæði eyru og augu allra gesta. Hjá mér slímmálaráðherra Jón Haukur Unnarsson. Jón, hvað geturðu sagt mér hátíðina? Mannfólkið breytist í slím menningarhátíð, hvers markmið að fóstra og rækta vistkerfi menningar utan meginstrauma á Akureyri. Þið viljið ná til jaðarhópa, hvernig tónlist spilið þið? Í rauninni allt milli heimins og jarðar. Það ansi fjölbreytt prógram helgina og sjón sögu ríkari. Ég mæli með það bara sem flest mannfólk komið og breytist í slím með okkur í Dalsbraut. Og það kostar ekkert inn á hátíðina, af hverju kostar ekkert?
Fólk ræður hvað að borga mikið. Ef einhver vill borga 5.000 skall, þá erum velkomið að gera það. 500.000, tökum við öllum greiðslum, erum með posa. Takk fyrir þetta, Jón, slímálaráðherra. Og hjá mér síðan forsprakki hljómsveitarinnar Solför, Ívan Mendes. Ívan, hvernig stemmingin? Herru, það löðrandi stemming, myndi ég segja. Og ertu klár í að spila frá því hjartað í kvöld? Já, alla leið. Við ætlum að rocka eins og sé bara Woodstock 69. Það ekki? Og hvað ætlum þú að leggja að mörkum þannig að mannfólki breytir svo sannarlega í slím? Herru, við ætlum bara að mæta, rocka af ykkur buxurnar og skemmt ykkur ótrúlega vel. Þannig að ef þið eru á Akureyri þá bara be ready. Takk fyrir þetta, Ívan, og við ætlum að kveðja héðan frá Akureyri. Takk fyrir það, Sigur Óli Sigurðsson á Akureyri með menningarhátíð. Það vill með lítið veðurs. Hæð suður á landinu stýrir veðrinu hjá okkur næstu daga. Á morgun verður áttin vestlæg, víða 3 til 10 metrar á sekúndu og áfram bjart veður austanlands. Skýjað framan á degi vestan til, en spár gerir ráð fyrir að þar létti til eftir hádegi. Hiti 12 til 22 stig og það verður svalast við vesturströndina. Við fjöllum nánari veðrið að loknum íþróttum. Argentína vann England í undanúrslitum HM í gærkvöldi og getur orðið 3. liðið í sögunni til að verja titilinn. Leggi þeir Spán í úrslitum á sunnudag. Leikmenn Argentínu fögnuðu sigrinum með umdeildum skilaboðum sem geta komið liðinu í bobba. Opnameistaramótið í golfi hófst á Englandi í dag. Þetta er í 154. sinn sem þetta elsta og virtasta golfmót heims fer fram. Og það er nóg að vera í innlendum fótbolta. Baráttan efsta sæti bestu deildar kvenna í algleymingi og Evrópuleikir karlamegin í fullum gangi. Íþróttir eftir andartak. Og þessu næst ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Leysist ekki úr húsnæðisvanda kaffistofu Samhjálpar verða matargjafir út á götu, segir framkvæmdastjóri. Samtökin hafa tapað tugum milljóna vegna tafa á opnun og málið var rætt á fundi borgarráðs í dag. Mengun frá gróðureldum í Kanada ógnar heilsu fólks og íbúar í Toronto muna ekki eftir öðru eins. Loftgæði í borginni mældust þau verstu af öllum stórborgum heims í gær. Ár er í dag frá því að síðast hófst eldgos á Reykjanesskaga. Prófessor í jarðeðlisfræði segir áhættu fylgja því að hefja skólahald í Grindavík á ný og bæjarbúar þurfi að vera reiðubúnir að flýja bæinn hratt. Nemendur frá Raufarhöfn ferðast 126 km daglega til að sækja skóla. Skortur á börnum og kennurum á Raufarhöfn er ástæðan. Teiknimyndum innflytjenda á Íslandi hlaut fyrstu verðlaun í flokki stuttmynda á virtri franskri kvikmyndahátíð. Leikstjóri og handritshöfundur byggir söguþráðinn að hluta á eigin reynslu. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum og veðri. Það er ekki leikur að HM í fótbolta í kvöld. Úrslitin þau fara fram helgina. En næsti fréttatími hann er í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má finna inn á ruv.is allan sólarhringinn. En við á fréttastofunni við þökkum ykkur samfylgdina það sem af þessum degi. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Veislan. Sverrir Þór Sverrisson betur þekktur sem Sveppi og Gunnar Karl Gíslason Michelin-kokkur ferðast landið og kynnast matarmenningu þjóðarinnar. Í 3. þáttaröð veislunar leiða þeir áhorfendur í ævintýraferðir hennar ýmsu eyjar. Hundaskólinn. Norskir þættir þar sem örvæntingafullir hundaeigendur fá aðstoð hundaþjálfarans Maren Tæjen Rørvík við að taka á hegðunarvanda hundanna. Kjarnakona. Ný bresk þáttaröð byggð á samnefndri skáldsögu eftir Barbara Taylor Bradford. Emma Hart er húshjálp í Yorkshire í byrjun 20. aldar. Af mikilli seiglu vinnur hún sig úr fátækt og byggir upp alþjóðlegt viðskipta stórveldi. Lögregluvaktin, Chicago PD. Leikinn þáttaröð líf og störf lögreglu